sýndi það að hún bara með þeim bestu í þessum aldurslokki þó hún sé á yngra árunum þar í landsliðinu. Spilaði alveg frábærlega. Var yfirböramaður í íslenska liðinu í því móti. Já. Þannig að það væri, en auðvitað... Eitthvað segir mér getur atvinnumaður í hvorri íþróttunum sem Já, það nú málið sko, þannig að það er... Já, hún tekin umferð, það skynsamlegt. Já, Fylki... Já, það eitthvað yfir 6 sem leiktíminn verður. Þetta afar sérstakt. Þetta gaman fyrir okkur. Við veitum ekkert hvað til áleiks, það einhverjar sekúndur samt. Já, núna það. Það aukakast og búið. Þetta þarf að takast á einhverjum 11 metrum. Það gerir Birna Berg. Svo setja hann ekki bara. Setja hann yfir Veru þarna í veggnum og í hornið. Já. Nei, í vegginn 17-13. Staðan í hálfleik. Við skellum okkur í auglýsingar og komum svo með tölfræði seinni hálfleikinn eftir það bil 8 mínútur.
Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla, lífæð samskipta. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir fasteignafélag. Ísskápar? Heldur betur. Max. Alltaf þrái ég þig heitt, og líði ár. Í heiminum getur ein eitt þerrað mín tár. Þó líði ár og öld ást mín ætíð ætluð þér. Þó gleymir þú í heimsins glaum öllu mig. Ég elska þig í svefni sem. Hafðu augun á boltanum með N1. Hello? Hi. Where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Wow. No stress, you go there. Við verðum bara klárir. Já, komið sælir aftur áhorfendur góðir. Við erum hér í Laugardalshöllinni. Seinni hálfleikur að hefjast í úrslitaleik unglingaflokks kvenna. Fram Fylkir, Fram 5 mörkum yfir í hálfleik. Nei, 4 mörkum er það víst 17-13. Fylkir byrja með boltan. Við erum kannski yfir markahæstu menn í fyrir hálfleik. Þá var Birna Berg Haraldsdóttir með 7 mörk hjá Fram og Díana Ágústsdóttir 4. Hinum megin voru markahæstar Lilja Gillardóttir með 4 og það er Kristrún Steinþórsdóttir og Tinna Soffía Þröstardóttir með 3 mörk hvor. Kristrún Emil með sendingun á Tinnu, gengur ekki upp. Fram Birna gerði vel hann í vörðinni. Kom sér fram fyrir Tinnu. Þátti svo Elva með skotið, fær boltan aftur og varið. Og hvert sett boltið svo í netið. Já, heppnin heldur betur með Elvu Þóru Arnardóttur. Skora þarna sitt 3. mark. Frákvæmst eftir eigin skot í ramman á markinu og skot svo í hausinn á markvarðinu megin. Það var Fylkir. Já, Kristrún með sending út af. Já, eitthvað aðeins að flýta sér á mikið hérna í upphafi seinni hálfleiks Fylkir. Það þurfa að vera agaðir til að koma sér inn í leikinn og koma sér í færi. Framar að vera svona líklegri núna, svona síðustu 10 mínútur af fyrri hálfleik og vera svo að byrja þetta ákveðlega. Já, Rebekka Friðriksdóttir kom inn á línuna. Já, Hafdís, hún fer í gegn og skorar. Hafdís Júra með sitt annað mark. 19-13, 6 marka munur. Fylkir kemur hratt í bakið á þeim. Tinna virðist að meðst eitthvað þarna þegar hún dettur. Sem kannski með Fylki, þeir eru að byrja hratt á miðunni en það er svona, mér finnst vanta svona kannski að liðið Fylki betur með sko. Þetta þarf að vera, framverðar eru fljótar að snúa en þetta þarf að vera svona eitthvað annað en að bara fara hratt á miðjuna og spretta upp á punktalínu sko. Já. Það þurfa að fylgja þessu betur eftir. Það vantar einhver úrræði þegar það komið upp á punktalínu. Já. Því oft ertu bara eyða auka orku í innan sprett sko, frá miðju á punktalínu ef þú tekur svo ekki sókn sko. Já, já. Já, Tinna Soffía stendur hér upp.
gaman að sjá hvað er mikið af fólki hérna og bara frábær dagur eins og þeir svo sem búin að vera að fara yfir í dag. Já. Gríðarlega góð stemning og gott framtak. Og frábært fyrir krakkana að fá að upplifa þetta. Já. Kristrún með skotið sem vörðum tekur. Fljótar fram, vel, óöppin hérna. Já. Við veitum hvernig að nýta sér þetta, Díana situr eftir. Hindi hérna með sendingunum á línuna og aukakast. Þetta oft röngt, framarnir eru þéttir hérna og eru farin að loka. Þeir eru ekki að rjúka eins mikið út núna og eru að loka betra á línuna. Tinna út af. Tinna Lára kemur inn á, Hafdís á línuna. Hildur segi já. Kristrún upp og hæðvarið. Varið innkast. Vel varið hjá Hildi þarna. Já, komið með 10 skot varinn. Þurfti kannski fleiri að fara að stíga upp í fylgisliðinu. Það mæði mikið á Kristrún núna hérna vinstra megin. Það eru mikið að reyna að finna línuna, þannig að það þurfti kannski svona að vera meira. Indiana þarf að komast þér, hún kemur upp núna en óöppin með skoti. Það þurfa fleiri leikmenn að stíga upp. Framarar bara hægt upp eins og áður í leiknum. Birna á stöður. Kemur Birna upp. Þetta er óverandi fyrir Áslaugu. Ég er ekkert hissa á að Fylkismenn fara að ganga betur út í hennar. Hún er komið með 8 mörk núna. Já, gegar varla skoti. Það sem kannski styrkur hennar er. Hún er að skjóta langt utan af velli. Hún er yfirleitt með mann í sér og hún er að klára þetta mjög vel. Þetta eru mjög góð skot hjá henni. Hér er Melkorka Mist Gunnarsdóttir komin í markið hjá Fylki. Já, annar efnilegu markmaður í Fylki. Hún stelpa fætt 1995. Já, Fylki tapar boltanum. Karolína með langa bolta fram. Þetta var óþarfi. Komið hérna 3 og 3. Og það er ganga vel út í þær. Verjast vel hérna. Fylkir hérna gátu komist hérna 4 á móti 3 en góð vörð hjá Fram. Spurning hvort að Melkorka ná að finna sig í markinu. Áslaug kannski ekki alveg verið að finna sig. Nei, það var 7 skot varinn í leiknum en það hérna opnast hótnið fyrir Veru. Það er varið. Hildur grípur boltan bara. Fram líklega eins og staðan er núna, það Fylkir ekki alveg að finna lausnir. Já, eins og við töluðum um, þannig að kemur Vera út og kemur út í Birnu. Díana. Já. Ef ég þekki Sigurgeir rétt, þá er hann klálega með lausnir núna fyrir þetta. Þetta er ekki óalgengt að Birna Berg tekin úr umferð, þannig að nú er spurning hvernig Fram leysir þetta. Spurning hvort að aðri leikmenn stígi upp eða hvort það er. Mikilvægt núna að Elva og Hafdís fara að vinna vel og teygja þær í sundur og vinna með Rebekka á línunni. Já. Það er Birna. Þetta er óþarfi á Birnu, hún á bara að draga sig út og þetta er fullfljótt að henni. Það mátt vera skynsamari þarna. Fylki minkaði til 6, enn leitaðar á línunni og enn gengur það ekki. Díana, hún er klók þarna, Róar og Birna. Lostar Birnu. Já, Melkorka Vera en aukakastæn. Birna. Það er að reyna mikið okkur þessi stundina, Birna Berg. Elva opnast fyrir hana en vel varið. Já, línusending á Indíönu og hún skorar góð sending frá Kristrúnu. Þetta er vel spilað. Það þurfa að fá þessi ódýru mörk í baki núna.
Þarna opnaðist vörnin illa hjá Fylki í sóknu undan og það var það sem gerist. Birna dregur sig út og Elva fær gott færi. Galoppi færi að 6 metrunum. Melkorka varði það vel. Já, Birna Berg hérna búin að fá fyrirmæli og kemur í sóknina. Díana komin í bakvörðin, hún er mjög góð maður á mann, þannig að þetta er eitthvað sem á að geta nýst þeim. Rebekka leysir inn. Setja með stöngina og svo yfir. Það er opnað þetta vel framar en ná ekki að nýta sér það. Það er góð valkosti fyrir þær að fá Díanu í bakvörðin, þó hún sé ekki hávaxin, þá er hún mjög góð maður á mann. Já, Eiríks Kristín fekk döðafæri. Það geigaði. Mikilvægt fyrir Fylki að fá mark núna. Koma sér inn í leikinn betur. Díana og Kristrún. Þetta er kannski ekki alveg besta svæðið, þær eru stórar hérna á miðsvæðinu, Elva og Karolína. Já. Indiðan upp og það er varið. Þetta er erfið skot hjá Fylki og Hildur er að gera vel að verja þetta. Þannig að vörnin er að loka vel á skothöndina og Hildur er að loka þessu vel. Tæplega 8 mínútur línar hér af seinni hálfleik, 6 marka munur. Fram svona með þetta í hendi sér, leyfið mér að segja, en mikið eftir. Hálfleikur Hafdís eftir. Það er ekki óalgengt þegar maður fer að hugsa út í það. Ég man vall eftir gulu spjald í leiknum og það er engin brottvísu komin, þannig að þetta hefur verið kannski heldur brúðmannlega leikinn þessi leikur og sérstaklega fyrir bikarúrslitaleik. Já, og ekki mikið varnir. Við sjáum við erum komið stöðuna 20-14 og það er ekki mikið búið af seinni hálfleik, þannig að það er markmennir samt búin að vera að verja svo sem alveg ágætlega. Áslaug með 7-8 bolta og Melkorka með 1 og Hildur kom með 13 bolta, þannig að það er ekki mikið varnir í þessu. Og svona, það hefði kannski átt vona að sjá meiri baráttu. Nú leysir Rebekka aftur inn á móti. Nú fær hann aftur en stígur línu. Lína, þetta er rétt. Nú er Fylkir að sækja í bakið á þeim. Það er að nýta sér þetta þegar þeir eru að stilla upp og eru að skipta inn á. Það bara hægist of mikið á Fylkisliðinu þegar það kemst nálægt 9 metrunum eins og ég sagði á þeim. Það þurfa að keyra betur í bakið á þeim. Já. Og enn leitar að línuna og enn verjast þær vel. Þá eru Díana, hún skorar 5. marki hennar, 21-14. Skotið hér í stöngina frá Veru og út af fram á boltan. Komin inn á nummer 18 hjá Fram Díana Sigmarsdóttir, leikmaður sem skipti núna í janúar frá Selfossi, ung stelpa ennþá í 4. flokki, 95 árgerð. Já. Þannig að hann á nóg að örfendu leikmannu, nú er hann komið með línumannin út af og hann þarf að spila bara 5 á 5 hérna, tegja á þeim og Birna Berg er ekkert inn í leiknum bara. Þetta er líka bara klókt, þá fær hún enda nokkra mínútur til að hvíla sig og ef á þarf að halda á eftir henni, en þetta er í góðum höndum hjá Fram. Díana og Hafdís, brotuðu henni og vítakast vantarlega. Kemur spjaldið sem við vorum að biðja um. Já, loksins. Þetta er akkurat það hægt að þegar þú ert farin að taka einn úr umferð, þá ertu að vinna á stærra svæði og Fram gerði vel hérna. Og góð stimplun og Hafdís kom og sótti vel hérna breitt. Þetta sjáum við að Lilja Gylfadóttir fær 2 mínútur. Væntanlega fyrir sagt eitthvað sem hún átti ekki að segja. Já. Það er ekki skynsamlegt í stöðu sem þessari. Það getur verið erfitt að hemja skapsins. Já, Hafdís búin að vera að kvenka sér eitthvað frá því hún láð þarna áðan. Spurning hvort hún þurfi ekki bara aðeins að skipta. Já, Dolly gefur merkið um það að Lilja hafi fengið fyrir kjaftbrúk og Finnbogi Grétar eitthvað að malda í móinn.
Fylkir þarf að einbeita sér að því að koma sér inn í leikinn. Já, Jóhanna Björk Viktorsdóttir kemur inn á en Birna Berg á vítapunktinum fyrst. Og það er varið. Vel varið hjá Melkorku. Melkorku komið með 3 skot á skömmum tíma. Það er ekki náða að fylgja því eftir sóknarlega fylgistelpur. Sunna Rós Rúnarsdóttir hér á miðjunni núna. Það fylgi. Það er núna í fyrsta skipti í leiknum. Kristján með ágætis fintu. En boltinn fer inn í teiginn. Spurning hvað að gera. Hérna á. Þetta er gott mark. Nýkominn inn á og skora sitt fyrsta mark Jóhanna Björk. Mjög vel gert hjá henni. Kemur sterk inn í þetta. 8 marka munur. 19 mínútur til leiksloka. Hátt sem bendir til annars en að framlandi þessum bikarmeistaratitli í unglingaflokki kvenna. Já, ég er sammála því. Þær eru virðast að vera mjög bara tilbúnar í þetta og Geysilega sterka varnarlega. Já, og með bara fleiri leikmenn sem hafa stigið upp. Já. Já, ég fekk nú aðeins að kenna á varnarleikmenn í það. Ég mætti þeim í áttalega úrslitunum með Gróttulið og það var eiginlega engin leið fram hjá markinu, þannig að það var Nei. Þannig að þær eru að sýna bara svipaðan varnarleik hérna. Og Hildur tekur það sem að fer fram hjá vörninni. Já. Og þetta fór vísar í markinu. Það er nú vinnaði boltan, horfu óskynsamlegt á Kristúnu þarna, horfa strax upp og nýta sér menn í kringu sig í staðinn fyrir að dribbla sjálf upp miðsvæðin. Og Íris Kristín, Jóhanna Björk stalboltanum og Íris Kristín skorar þriðja mark sitt, 23-14, 9 marka munur og Fylkir tekur leiklega. Það eru 12 mínútur búnar, við þurfum að muna það ef það er 0-7 klukkun aftur. 11:59, skrifað hjá sér. Yes. Nú þarf Fylkir að koma með eitthvað virkilega sterkt útspil. Þær virðast ekki að hafa lausnir við varnarleiku þeirra og þær þurfa að taka sér saman í andlitinu. Þeirra þróast kannski eins og maður átti von á. Fram sterkar á pappírunum og hafa verið að koma sterkar inn núna í deildina, sérstaklega eftir að Birna Berg fór að koma meir inn í leikina hjá þeim í þriðja flokki og þannig að þetta kemur mér allavega ekki óvart. Nei. Þetta liðin sé með jafnmörg stig og nema fram hefur leikið 3 leikjum minna held ég að sé að þessum tímapunkti í deildinni, þannig að Og eins og hann er að þróast riðilflokkurinn, það verður mjög skemmtilegu þetta árið. Þetta verður að vera hérna 6 efstu liðin. Við erum mjög jöfn, þau eru hérna Haukar, Háka og Grótta í 3 efstu sætunum og öll þau lið hafa verið að tapa stigum í vetur og svo sem á móti þessum liðum í 4., 5. og 7. sæti. Þannig að þetta er að spilast nokkuð skemmtilega riðilflokkur kvenna núna. Jafn og skemmtilegur og svona þessi 94 árgangur hérna, sérstaklega á Fram og Gróttu er að koma vel inn í þetta. Hinn liðin svona kannski heldur með eitthvað þessum eldri leikmönnum. Já. Fylkir svona góð blanda öllum árunum og svo 4. flokki. Indíana hérna með skotið í stöngina og bein. En þurfa að taka þessi þannig að frekar erfiðu skot kannski, ekki fullkomnu jafnvægi. Fylkir komið framar á völlinn, taka 2 leikmenn úr umferð. Já. Kemur Díana Kristín inn á. Díana Ágústsdóttir þá í skiptunni. Men Birna tekir umferð og Jóhanna Björk tekir umferð líka. En það er að Díana Kristín með skot í hliðarnetið. Það dró fyrir sjáanlegt hjá Fylkir. Þær eru að hnoða þetta inn og þarna á Indíana bara að horfa markið, skjóta markið. Slögsending á móti upp völlin hjá Fram, tapa boltanum og fá dauðafæri hér. Já, vel gert. Hildur skorar. Þarna var sénsinn, vel spilað. Hildur með sitt fyrsta mark. 23-15. Já, spurning hvort við tekst að brjóta leikinn nóg mikið upp með að taka torrumferð og gera þetta spennandi fyrir okkur lokasprettinum. Díana Ágústsdóttir með skot sem er varið. Melkorka með sitt 4. skot.
kastaði boltanum út af. Það erfitt að vinna þetta upp fyrir að spila svona. Fram og klálega nýta sér breiddina betur núna. Þeir eru með 2 örvenda leikmenn hérna þrátt fyrir að Birna sér tekin umferð, þannig að þeir eiga bara að sækja breytt á þetta og koma síðan á ferðinni. Þetta var eitthvað sem þeir eiga að vera tiltölulega auðvelt með að leysa, 4 á móti 4. Vinna á stærra svæði, en Fylkir að leysa þetta vel. Þeir ekki að ná þessum opnunum. Virðist þarna eitthvað fát á leik Fram. Já, þeir eiga vandræði með að vinna manninn svona 1-1 eins og Boltinn ekki að fljóta nógu vel og hornin ekki virki á þeim. Og stilla þeir upp fyrir Birnu. Og það ekki sögum að spyrja, það í netinu 9. marki hennar. Svo 4-15. Seinni hálfleikur rétt að verða hálfnaður, 9 marka munur. Skipta Fylkir leikmann, Arna Öst Gunnarsdóttir kemur í hornið og þá færi Vera Pálsdóttir á miðuna. Þeirra Kristrún og Hæðvarið. Þetta að verja býsna vel. Þannig að nálgast 50%, það vel rúmlega ásættanlegt. Það verður að vinna vel með vörninn í dag. Þetta búið að vera mjög góð varnarleikur á Fram og hildu staðið sér mjög vel. Díana Kristín hérna með skotið. Elva náður frákastinu Birna. Og innkast. Sem fram á. Já, Kristín hefði þurft að ná að losa boltan hérna. Þarna var hann búinn að vinna manninn mitt og þá þarf boltinn að ganga. Já, vel gert hjá Elvu. Og engum vandræðum. Ekki slæmt er búinn að hvíla hana í góða stund. Veganinni 25-15. Já, Kristrún fær. Haugakast. Já, þessi leikur eru ekki alveg að endurspegla stöðu liðanna í deildinni, svo við heldum að þetta yrði kannski meira spennandi leikur. Já, 10 marka munur og þetta nú korter eftir. Og maður sér bara ekki hvaðan næsta mark Fylkis á að koma hreinlega, búinn að skora 2 mörk hér á 16,5 mínútu í seinni hálfleik. Og þurfa að hafa gríðarlega mikið fyrir þessum mörkum. Já. Já, ágætt fylgdi á díunu en Kristín fór ekki inn í teigið væntanlega í hjálpavörninni, aukakast. Þessi Vera inn á línuna, fær í fjórðarskot, Díana. Já, þetta skot aldrei endað í netinu. Birna Berg. En vel varið. Melgólka með góð innkomi hér. Já, hún hefur komið sterk inn í þetta. 5 skot varinn. Áfram reynir Fylkir að nóða þessi inn á línuna og það er kannski það sem gerist. Vörnin er mjög fyrir miðsvæðinu. Kom engin mörk fyrir utan og hornin nánast ekki með, þannig að þetta er allt að ganga upp eins og Fram hefur lagt þetta upp. Já. Kristrún með skotið yfir. Þetta er að stökkva upp í rauninni án þess að fá nokkra einustu aðstöð frá samherjum. Já, það er það sem er að gerast. Þetta er einstaklingsframtak og það eru bara ekki að finna lausnin á þessu varnarleik. Já, komin hreyfing hérna á 2 mínútur fyrir Kristrún í andlitið á Díunu. Annar brottreksturinn í leiknum, báðir á Fylki. Nú stilla þeir upp einu fleiri, Framarar, Stimplun er í hornið. Og Díana inn og skorar. Þetta er vel spilað. Díana með sitt 7. mark, búinn að eiga prýðisgóðan leik, 26-15. Þetta virðist alltaf að vera bara þægilegu dagur hjá Fram. Bæta við öðrum titlinum, sjálfsögðu var meistaraflokkurinn
bikarmeistari hérna í gær. Já. Verðskuldað. Já. Þannig að þetta lítur vel út kvennamegin á Fram að vera bikarmeistari í meistaraflokki og síðan í elsta kvennaflokknum. Þannig að það er björt framtíð þar. Já, það verður stærra nokkra stelpur hérna sem getur gett tilkalli í meistaraflokkinu næsta árum, það er engin spurning. Fyrir utan náttúrulega þá sem er þegar komið þangað. Já, þetta er öflugur árgangur, þessi 94 árgangur á Fram og síðan það sem gerist fyrir tímabil. Það er fá 4-5 leikmenn þegar að það er rauninni leysist upp riðflokkurinn á Víking og þannig að það voru sterkar fyrir og síðan fá það mjög góðan liðstyrk þar. Þannig að þetta er raunin mjög þéttur og góður hópur á Fram. Það verður spennandi að fylgjast með honum. Og Indiana með skotið, það er brotið á henni. Höndin komin upp, Indiana með skotið, Enver Hildur. Komið með já eins og Vallathulur segir er 16 varinn. Karolína glæsilegt mark hjá henni. Undirhundarskot annað marki hennar 27-15. Hildur, raugur kast. Nú eru Fylkir einu fleiri næstu 35 sekúndunar. Það er spurning hvernig það nýtar sér það. Já, gott að ná að skora sér þriðja mark hér í seinni hálfleik. En ekki með hössu áframandi. Birna Berg stelur bolta eins og hún er gert áður í leiknum. Díana á Birna aftur. Já, hún er þessu. Og það setja boltan tilbaka skynsamar, vel gert. Það gengur ekkert upp hjá Fylki, eins og þú sagðir áðan. Það er komið 2 mörk núna í seinni hálfleik á 20 mínútum, þannig að þetta gengur ekkert upp hjá þeim. Við veitum ekki ná að Fylki eftir annars góður í byrjun. Við erum að tala það eftir 20 mínútur er þetta jafnleikur, cirka. Já. Já, laglegt mark. Karolína með því þriðja mark. 28-15. Og ekki tölur sem var á von á í bikarúrslitaleik. Þetta eru tölur eins og maður sér í úrslitum Reykjavíkur móts kvenna í fótbolta. En ekki var nú að sjá þetta í bikarúrslitum handbolta. Nei. Og hjá liðin sem eru hlið við hlið í töflunni. Fyrir utan það, já, þá skorar Hildur Björnsdóttir til þennan mark. 28-16. Já, það er skipting. Kemur Helga Hannesdóttir inn í vinstra hornið fyrir Írisi Kristínu Smith. 10 raunar að spila saman hérna á 11. Það er sláinn og yfir. Já, Framar rætt að geta leyft sér núna eins og Sigurgeir er að gera sig klára að fara að skipta fleiri leikmönnum inn á. Það er að gera að gefa þeim tækifæri að spila. Þetta er mikil upplifun og að fá tækifæri til að koma inn á. Heldur betur. Fylkismenn er ennþá að styðja við liðsitt og það er ánægilegt að sjá það á pöllunum. Styðja stelpurnar. Vel gert Indiana. Þó úrslitin séu ráðinn. 28-17. Indiana annars sem kom úr Stjörnunni, kom með 4 mörk. Það er nákvæmlega efnileg stelpa. Já, hún skipti yfir núna í janúarglugganum, er ennþá náttúrulega í þriðja flokkin en lítið sem engin tækifæri fengi í meistaraflokknum og skipti yfir núna. Og ekki gengið sér skildi hjá Stjörnunni í þriðja flokki eftir að vera með góðan flokk núna mörg ári röð og Íslandsmeistarar síðustu 2 ára. Já. Þannig að það er aðri tímar þar í Garðabænum með þriðja flokkin allavega. Það er að lítið tækifæri fengið í meistaraflokknum, hann er alltaf með gott lið þar en byggður upp af eldri leikmönnum. Og spilar hjarnan á 7-8 mönnum, hann Gústaf Adolfsson. Það er rétt. Já, þá skiptaður Örn hérna. Kristín Helgadóttir kom inn á og Auður Eir Sigurðardóttir fyrir hægra hornið.
Einmitt fyrirverandi leikmaður Fylkis, upp alla yngri flokka, skipti fyrir þetta tímabil yfir í Fram. Enn einn örfendi leikmaðurinn í Framliðinu. Já, það trekkjast einhvern veginn að Framliðinu þessar örfendu leikmenn. Já, maður er ofta ánægð með 1 sko, en í talningu þeir eru 4 í sama liðinu, þá... Þetta er vel gert. Já, glæsilega gert hjá Örnu Ösp Gunnarsdóttur. talandi um örfenda leikmenn. Já. Gerði þetta vel. Einu af þessum í fjórðaflokknum á Fylki sem hefur verið að koma mjög sterkur upp núna. Já, sýndi greinilega mikill bolti í henni þarna. Og þessar stelpur sem eru 95 ár gerði í Fylki eru að koma sterkar upp og ekki verið flokkur sem hefur verið öflugur kannski í 5. og 7. flokki, þannig að það er að koma sterkar upp þar og munu koma sterkar inn í 3. flokkinn á næsta ári. Ástúður Bragadóttir aftur komin í markið á Fylki en hinum meginn er Tinelli Björgvinsdóttir komin í markið. Það sé á Fram. Og tveggja mynda brottvísun á Karolínu. Það kom að því að Framarar fengi brottvísun. Það er 10 marka munur, Fylkir koma sér niður í 9. Einum fleiri, neður jafnmargir segja bæði lið eftir utan vallar með einn leikmann þar sem að Lilja fekk 2 mínútur hérna rétt áðan öðru sinni. Þetta er stólan að finna fyrir því en ekki náttúrulega til að ræða sinni frekar. Höndin komin upp. Indiana á gott mark hjá henni. 5. markið hennar er markaðist í liði Fylkis. Já, þá er Fylkir komið fullskipað liðið manni fleiri núna í 55 sekúndur. Aftur komin inn á og hérna sjá meðslunum sínum. Þeir eru að fara hérna í gegn, fara aukakast. Alva Hafdís og Díana Kristín hér fyrir utan. Alva, já, fara aukakast. Díana Kristín er mittleikmaður sem kom, eins og við sögðum aðeins, sem kom frá Selfossi og var í 4. flokknum þar, þannig að það er jafn sterkar og þær eru þráttur að hafa mist hana. Selfoss yfirburðarlið virðist vera í 4. flokki kvenna. Já. Já, kemur Fylkir. Kristrún. Já, línan opinn en það er varið. Vítakast. Sunna Rós sem var þriðhjarnin á línunni en Sunna varið frá henni. Vítakast. Myndi hérna að fara á vítapunktinn. Það er varið. Og svo skorar hún úr eftir að hafa náð frákastinu. Hún myndi hérna 28-20. Nú er liðið þó nokkuð tími frá því að Fram skoraði. Já, Karolína fer þarna hér glöfu og sækir vítakast. Hafdís á vítapunktinum. Hún skorar af öryggi til 3. mark. 29-20. Fylkir er búinn að skipta inn á núna. Leikmannum að bekknum, þannig að gefa þeim nokkra mínútur að spreyta sig. Fín reynsla fyrir þær. Þetta er einmitt þessar stelpur úr 4. flokki sem eru komnar hérna. Þær eru hérna 4 inn á núna. Já, vítakast. Það eru duglegir í að sækja
okkur þessa stundina. Rannveig Sif Kjartansdóttir á vítapunktinn og skorar. Fljót að sækja boltan. Ég vil taka þetta. 29-21. Framar að vera þetta að endurtaka leikinn frá því í fyrra, þessar flestar þessar stelpur, 94 sem voru í fjórðarflokki í fyrra. Þær eru að vinna þetta núna 2 ára röð. Já. Var Sigurgeir með liðið í fyrra, manstu það? Það var með liðið fyrir, já. Já. Búin að vera með þarna elstu flokkana í Fram núna undanfærin ár. Já. Var aðstoðarþjálfari á Einari áður en að Gurri kom aftur tilbaka og síðan þá búin að vera með þarna 3. og 4. flokkin. Vel gert hjá Elvis Dahl boltana þarna og að róa þetta niður. Já, hvað, 1:40 eftir. Það er mikið spurning hversu stórt þetta verður. Fram er bikarmeistari í 3. flokki, eða úlingaflokki kvenna. Já, vel spilað. Kristín Helgadóttir að skora. Óvenju rólegir stuðningsmenn Fram. Þessi mínúta eftir og sigur í bikarúrslitum í Höfn. Þannig, og þeir eru aðeins að lifna aðeins við þeim núna. Þetta aðeins í sér. Já, skref dæmt hérna. Þessu þróast einkennilega þessi seinni hálfleikur. Þetta verður í rauninni ekki aldrei verið spennandi. Nei, aldrei náð verið spennu. Já, getur skot þarna en það er varið. Áslaug. Já, tekur ekki Helga Hannesdóttir þarna. Hálf mínúta eftir. Ásta Lilja hérna, brotið á henni. Það fer Ásta upp á punktalínunni, það er auðvarið. Díana Kristín og Áslaug Ver. Þá er henni 50 minút. Já, þá er þetta búið. 30-21, Fram með bikarmeistari í úlingaflokki kvenna. Og eftir öruggan sigur á Fylki og þetta þróaðist bara þannig að þetta var spennandi 20 mínútur og svo 20 mínútur jafnræði með liðunum og svo bara sigur Framararnir fram. Það voru bara einfallega sterkar í dag og bara meira tilbúinir í þetta. Höfðu náttúrulega leikmenn eins og Birnu Berg sem að dró vagnir fyrir þær allan tíman í rauninu en samt flestar í kringu þeim með góðan leik. Hildur náttúrulega með mjög góðan leik í markinu. Þannig að þetta var alveg með þeim svona eftir eins og ég segi, 20 mínútur leik. Já, Birna Berg skoraði 9 mörk, Díana Ágústsdóttir 6 hjá Fylki var markaði Indíana Nanna Jóhannsdóttir. Ég ætla að fara niður og ná tali að þjálfara Fram. Ég þakka þér kærlega fyrir aðstofuna, Ómar Örn. Takk sömuleiðis. Siggeir þjálfari Fram fyrir að óska til hamingju með bikarmeistaratitilinn. Þetta er annað árið í röð sem að þú heyrir þetta. Þetta er náttúrulega með svipaðar stelpur í fjórðaflokknum í fyrra. Já, þetta eru sömu stelpur, pluss Birna er hérna til að hjálpa okkur. Eða það er að segja að þær eru allar á yngsta ári, þetta er ekki alveg sömu stelpur, en þær eru allar á yngsta ári í flokknum sko, nema Birna, hún er á miðárinu. Þetta leikurinn, ef við spáum með hann, þetta er spennandi í 20 mínútur og svo er þið bara einfallega mikið sterkari. Já.
það svona, já eins og segir, síðustu 10 mínútur seinni hálfleik og síðan í fyrri hálfleik og síðan rosalega mikilvægar fyrstu mínútur í seinni hálfleik og við bara keyrum yfir á þar í staðinn fyrir að missa þetta eitthvað niður aftur. Það er verið að ráðþrótta í að eiga við Birnu Berg hérna framan og svo sýnið þið náttúrulega bara frábæran varnarleik hérna, sérstaklega í seinni hálfleik. Já, fyrst og fremst. Ég held að þrátt fyrir ættum í einhverjum erfiðleikum sóknarlega síðustu mínúturnar, þá gátum alltaf treyst á varnarleikinn. Hann var bara mjög treystur allan leikinn og hefur verið það hjá okkur, þessi vörn sem við höfum að spila. En hvað við spáum í framtíðina með þetta lið? Eru margar stelpur sem þú heldur að fara að banka á hópinu Einari núna? Já, ég held að Einar þurfa að fara að gera einhver ráðstafanir hjá sér til að koma þeim fyrir. Það er náttúrulega breiður hópur í honum í meistaraflokki og þær hafa ekkert mjög margar, ekki eins og í öðrum liðum sem kannski eru neðar í töflunni, hafa ekki mjög margar verið að spila einhver hlutverk nema náttúrulega Birna aðalega. En klárlega ég held að þær séu að sýna þetta núna, það verður þess að fara að fá séns með meistaraflokki. Takk fyrir þetta, Siggeir. Við ætlum að fylgjast hér með verðlaunaafhendingunni. Fylkistelpur að fara að taka við Skallum að fær gullið. Við komum svo hér rétt strax eða klukkan 7 með úrslitaleikinn í öðrum flokki karla sem að mætast FH og Stjarnan. Sjáumst þá.
Boltinn í beinni á sporttv.is. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla. Lífæð samskipta. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Rautir.